Eigum að fara hans í Norðurál, taka það fyrir? Já, það þetta var náttúrulega til umræðu á þingjunni í morgun og menn auðvitað hafa þungar áhyggjur af þessu og forsætisráðherra reynilega segir að þetta sé gríðarlegt áhyggjuefni. Þetta eru náttúrulega stóriðan með hvað 40% af okkar útflutningstekjum og Norðurál 1 og sér með 150 milljarða. Þetta hittir bæði atvinnulíf upp á útflutningstekjur okkar, atvinnulíf upp á Akranesi, viðskiptavini félagsins og svo vitum við ekki alveg hvað áhrif þetta hefur á rekstur Landsvirkjunar og annara. Verði þeim gert að borga fyrir rafmagn sem þeir ekki nota á tímanum, en það eru stífir samningar við Landsvirkjun á milli þessara félaga. Já. Sko, ég held að stóra máli sé það að Norðurál eru þetta að tapa núna 5,4 milljörðum, við vorum að tala 2,5 milljarði á Æslandi bara sem þeir þurfa að greiða í þetta kolefnisgjald eða loftslagsskatt skulum við segja. En þarna eru 5,4 milljarðar sem að tapast núna á hverju mánuði eftir því vegna þess að 2/3 framleiðslunnar farin og ef þú ert með 150 milljarðar bara frá Grundartanga í Norðuráli í útflutningstekjur og þú ert komin með þarna sko að stóriðan með í kringum 400 og eitthvað í milljarða í útflutningstekjur. Þá þetta auðvitað stór mál og þetta setur bakslag og þetta ekki á það bætandi kannski svona það sem hefur verið að gerast í annar staðar í atvinnulífinu. Veiðigjöldin hafa sýnilega haft áhrif á svona getu sjávarútvegsins og ekki síst sko bjartsýnina og væntingarnar. Það svo auðvelt, það þarf svo mikið lítið til oft til þess að það bara eins og í fótboltanum, við erum að hrósa landsliðinu einn daginn og svo erum við að hallmæla í næsta leik. Það þarf svo lítið til að hreyfa við sko væntingum fólks. Já. Við erum að skattleggja okkur bara inn í hálfgerða kreppu, Jón. Er það of gróft að segja það? Við höfum haldið því á framsiki hér í þó nokkuð tíma að þessi ríkisstjórn þarf frekar að sýna svona aðhald í rekstri og lækka skatta. Það það sem gefur báknið auðvitað þenst út og óstöðvandi.